Góðan daginn. Anna Lóa heiti ég, atvinnulífstengill hjá Virk. Mig langaði að nota nokkrar mínútur til að gefa þér góða punkta varðandi ferilskrána þína. Hvort sem þú ert að uppfæra ferilskrána eða að gera nýja ferilskrá, þá vona ég að þú getur nýtt þér þetta, af því að góð ferilskrá, hún getur unnið með þér á meðan óvönduð ferilskrá getur unnið gegn þér. Þannig að ég hvet þig til að kíkja á þetta. Nú, til að byrja með þá setjið þið náttúrulega inn persónulegar upplýsingar í ferilskrána sem eru þá nafn og símanúmer, netfang og kennitala. Það er ekkert endilega regla að maður þurfi að setja kennitölu en íslenska hefðin hún er svolítið þannig að við setjum kennitölu í ferilskrána okkar. Nú, við setjum góða mynd og ég legg áherslu á góða mynd af því að léleg mynd er ekki að gera mikið fyrir ferilskrána okkar. Þannig að ef við viljum að myndin endurspegli svolítið vönduð vinnubrögð í þessari vinnu sem ferilskrágerð að þá erum við að velja góða mynd. Þetta er að fyrsta sem að viðtakandi sér, það er myndin og við viljum að hún sé fagleg og góð. Nú við setjum líka eitthvað smá okkur sjálf og markmið með atvinnuleitinni, hver er ég og hvert er ég að fara, hvert stefni ég á vinnumarkaði. Við setjum störf og menntun og hvoru tveggja setjum við inn í öfugri tímaröð, þannig að efst kæmi síðasta starfið og síðasta nám sem við stundum kæmi þá líka efst. Nú, hvort kemur á undan starfið að menntun? Yfirleitt setjum við störfin okkar á undan, en ef aftur á móti að menntunin okkar passa betur eða endurspeglar betur þá reynslu sem að þarf fyrir starfið, að þá myndum við setja menntunina á undan. En þetta þarf bara svona að vega og meta í hvers skipti. Nú við setjum líka inn námskeið og ef við fara mjög mörg námskeið þá getum við þurft að velja úr eða setja saman bara í eina setningu fjöldin allan af námskeiðum í tilteknu fagi. En við getum líka valið úr þau námskeið sem við teljum að myndu koma sér vel fyrir þetta starf sem við erum að sækja um. Nú ef við erum með mörg störf og við sjáum að það tæki á mikið pláss að vera að setja það öll inn, að þá myndum við fara niður tímalínuna og taka kannski í burtu neðstu störfin. Ef aftur á móti það eru störf sem að myndi koma sér vel fyrir það starf sem við erum að sækja um og við þurfum að sýna fram á að við höfum þá reynslu sem þar er beðið um, að þá myndum við svolítið skoða þetta og hvort að við þá myndum sleppa ykkur öðru í staðinn. En reglan er samt svo að ef maður hefur stundað einhverja vinnu í 3 mánuði eða lengur, þá er maður að setja hana inn og miða þá kannski svona við 10-15 ár. En eins og ég segi, það getur alveg verið að þetta eigi ekki alltaf við. Eins og þið heyrið þá er ferilskráin lifandi plagg, þannig að við erum að taka úr henni og setja í hana svona svolítið eftir því sem að á við hverju sinni. Nú við erum að setja inn tungumál og tölvukunnátta okkar, við erum að setja inn þau tungumál sem við tölum, skiljum og skrifum og þessa almennu almennu tölvukunnáttu og svo ef það eru ykkur sérstök forrit sem að við þekkjum og höfum unnið með. Nú varðandi innihald og framsetning á ferilskrá, þá náttúrulega skiptir máli að hún sé snyrtileg og það skíni í gegn að maður hafi lagt vinnu í hana. Hún á að vera okkar, þannig að þó að við fáum aðstoð við að gera hana og eitthvað til að lesa yfir hana sem ég mæli alltaf með, að það á hún svolítið að endurspegla okkur sem manneskju. Nú, viðtakandi á að geta farið yfir ferilskrána og séð nokkuð fljótt hvort að þú sért manneskjan sem er verið að leita af fyrir starfið. Nú, til að gera ferilskrána aðeins persónulegri þá setjum við inn áhugamál og félagsstörf og þar höfum við svona tækifæri til að svona sýna aðeins aðra hlið á okkur heldur en bara þessa sem að snýra störfum og menntun. Nú ég er gjarnan að spyrja því hvort að það þurfi að hafa meðmælendur og ég segi alltaf bara já. Það er mjög æskilegt að hafa meðmælendur og helst 2. Og það er náttúrulega sjálfsög kurteisi að biðja þá leyfi til að fá að setja á sig meðmælendur og fá upplýsingar þar sem að viðtakandi ferilskrár geti þá hringt í þá og tengja þá við það starf þar sem þið unnu saman. Þannig að viðkomandi er ekki í því starfi lengur
að segja hvar þið unnu saman. Hérna hef ég bara sett niður tengla sem að gætu komið ykkur á notum. Mér langar að benda ykkur hérna á einn tengil sem hérna neðst á síðunni sem að heitir hérna þessi hérna. Nú er ég að reyna að gera kross, þetta er svona tilraun hjá mér, eins og 6 ára hafi gert þetta. En hér er hægt að gera svona svolítið öðruvísi ferilskrár. Þið sjáðu á glærunni inn á undan ferilskráin sem að stendur á Jón Jónsson. Hún er gerð í þessu forriti, canva.com. Og ef þið langar að gera svolítið öðruvísi ferilskrá sem gæti kannski staðið upp úr þegar bunkinn er orðinn hár, að þá hvet ég til að kíkja þarna inn. En ég ætla samt alveg að minna á það að ferilskrár eiga að vera frekar einfaldar en það má alveg gera þær svolítið persónulegri. Ég vona að þú hefur grætt eitthvað á þessum punktum. Ef þú hefur einhverjar spurningar eða vilt koma með ábendingar, þá er netfang okkar atvinnulífstengla á næstu glæru. Mig langar að þakka þér fyrir að hlusta og gangi þér vel.